Já, góða kvöldi og verður hjartalega velkomin eins og denni vinur minn myndi segja. Og gleðilega hátíð. Þær höfðu samband við mig þarna og voru kynhvötinni. Já, sérstætt, kynhvötinni, já. Það er ekki lélegt að vera á þorrablóti hjá kvenfélagi sem kallar sig kynhvöt. Það er hérna, og hver skráir sig ekki í kvenfélagi kynhvöt? Ég bara, þú veist, hvað ætlar þú að gera í kvöld? Sitja heima og horfa á sjónvarpið og ætlar að fara að fundi á kynhvöt? Þetta segir sig sjálft. Nema, þær komur svo helvíti hressar hérna og skemmtilegar, eins og þær eru, í heimsókn í haust og tókum við nokkur lög saman og höfðum helvíti gaman. Þannig að þegar þær höfðu samband og spurði hvort ég væri til að glamra eins og eina vísu, ekki málið. Hafið þið einhvern tímann setið á síðkvöldi og fundið fyrir einhvers slags eltingu þið eru ekki alveg viss hvað það er? Þið vitið það er eitthvað að trufla þig. Leyfðu mér að segja ykkur sögu af því. Eitt er ég alveg viss sem enginn maður sér, en þar er njálgur að naga í neðri endanum á mér. Þeir hafa nagað og nagað og nú er komið haust og ég hef klórað og klórað en kannski einum og laust. Rétt utan við enda farminn, þar er ofurlítið skor. Það get ég svarið að sátu 17 stykki í vor. Og það er eins satt og ég sitt hér að sumir skriðu inn og svo eðla þeir sinnan í manni andskotans kvikindi. Það er eins satt og ég sitt hér að sumir skriðu inn og svo eðla þeir sinnan í manni andskotans kvikindi. Þau er bara spreytt á sápu í Guðs bænum.